Við hérna í rannsóknunum mínum, við erum að rannsaka æxli sem heitir Waldenström-sjúkdómur og við erum að skoða hvernig prótein sem að stjórna genatjáningu hafa áhrif á það hvernig þessar æxlisfrumur hegða sér og hvernig þær meðal annars skipta sér stjórnlaust. Hvort að þessar krabbameinsfrumur geti falið sér fyrir ónæmiskerfinu. Og það var svona óvænt uppgötvun. Þá fara þær út á sporinu og fara að skipta sér stjórnlaust í stað þess að fara bara áfram, mynda mótefni og deyja svo. Og þá bara festast þær einhverju stað og halda áfram að skipta sér og taka yfir á endanum bara alla líkamsstarfsemina. Og þessi genastjórnun sem við erum að rannsaka, hún getur haft mjög mikil áhrif á einkenni þessa sjúkdóms með því að hafa áhrif á hversu mikið af mótefnunum er framleitt af frumum. Vandamálið er að þetta er sjaldgæfur sjúkdómur og sjaldgæfur sjúkdómar eiga mjög undir högg að sækja. Þeir eru alltaf lítið rannsakaðir. Svona skyldur sjúkdómur er mergæxli sem er miklu meira rannsakaður. En til dæmis þá veit ég að það er að koma út úr til dæmis mergæxla rannsókninu stóru hérna í Íslandi að þá er að koma líka niðurstöður sem tengjast Waldenström-sjúkdómi. Þannig að maður er aldrei alveg einn en það gengur ekki upp í vísindum. Það þarf alltaf að halla sér upp að næsta vísindamanni og þekkingin myndar saman eina svona heild. Þannig að maður svona kemur inn í með sína sérfræðiþekkingu og bætir við þar sem að maður best getur. Alltaf í vísindum maður er alltaf að læra leið og maður er að rannsaka. Það er doktorsnemi og meistarnemi sem eru með mér í verkefninu og eru nú alveg himinlifandi af því þau hafa fengið núna styrk og verða geta verið á launum við að rannsaka þennan sjúkdóm næsta árið og það breytir öllu fyrir okkur.